það er líka svo mikið ungum strákum í samfélaginu þetta og ég er rosa miklum kontakt við fullt af ungum strákum í samfélaginu þetta sem eru komnir með alveg upp í kók af því að þeim sé sagt hvernig þeir eru að hugsa. Þeir eru búin að vera með eitthvað svona kennara eitthvað svona kennarakonu sem er að segja frá kennarakonu frá eitrari kallmennsku að þetta málið þú ert ungu strákur og það er eitthvað miðaldra kona að svona eiginlega skammast í þér tala niður til þín, segja að þú sért vondur fyrir að vera hvítur kallmaður talandi um eitthvað eitrari kallmennsku og hvað hvítur maðurinn er vondur og eitthvað að þú veist þetta fólk áttar sig ekki á því þetta fer bara alveg mjög illa ofan í alveg mjög stóran hóp og þessi strákar þeir voru bæði vegi lokaðir inni í 2 ár á ósykju skilurðu, og hverjir voru það sem börðist hvað mest fyrir því að þessum lokunum eru haldið áfram, það voru sama fólkið það voru feministarnir, það voru libbarnir skilurðu, og þessi gaurar, þeir hata þetta lið þau skilja það ekki, og þau bara svona af hverju hatur að aukast í samfélaginu ég get alveg sagt ykkur það, skilurðu þú veist, þá voru RÚV var með 4 þætta seríu það af hverju þetta hatur að aukast í samfélaginu, þau eru engu nær það hafi ekki hugmynd af því þau eru svo hrokafull þau eru bara eitthvað svona, þetta er eitthvað svona hópur sem er að gera eitthvað þátt bara eitthvað svona, af hverju hata okkur allir og þau eru svo hrokafull að þau get ekki séð það þannig að þetta er bara svona haltur leið blindan prógram í gangi þar sem að skilur engin eitt og það er engin tilbúin til þess að líti í eigin barm það er engin tilbúin til að skoða, ok, er eitthvað sem við gerum sem hópur sem að er að fá þetta fólk til þess að hata okkur af ástríðu eða er þetta bara eitthvað tilhörun erum við bara fullt af eitthvað strákur sem bara, heyrðu, hötum þessa skilur við, ef eitthvað hópur upplifir svona mikið hatur í sinn garð, er ekki alltaf fína líkur á því að það sé eitthvað sem veldur því að ég veit það ekki Nei. Ég veit ekki, ég verð að segja það. Nei, þú veist, ég bara, en þú tala svolítið sko feminista sem vondakallin. Ekki endilega vondakallin, en ég held að feminismi sé bara mjög vond hugmyndafræði. Það er bara hugmyndafræðilega vond, bera af sér mjög vonda ávöxti. Ég held að það að, þú veist, trúa einhverju samsæriskenningu feðraveldi og konur séu svo kúar og þú veist, oh my god, ég veit það þetta er ekki, þú veist, Feðra, þú veist, og einhvern veginn launamun kynjana og það sé allt einhvern veginn að reyna að finna einhvers konar kúun á sér, þú veist, og sjá sko, og ég held að feministar sjáu einhvers konar, það er náttúra mannsins er bara þannig að kynin eru ólík, hafa ólíka kosti og ég held að feministar séu í stöðugum mótþróa við þessa náttúru mannsins og sjá þessa náttúru mannskepnunar sem eitthvað svona kúunatæki. Skilur hvað ég meina? Ekki? Ég er ekki sammála. Nei, ég bara, þú veist, konur hafa verið kúaðar. Það er bara þannig. Hver var kúaður? Hver var kúaður? Já. Kallar. Með hvað tilgangi? Þú veist, bara með því að láta konur vera bara heima og elda matinn og þú veist, konur hafa ekkert fengið, þú veist, þær fengið kosningarétt fyrir en ég veit ekki hvenar. En hvenar fengu kallmenn kosningarétt? Þeir hafa alltaf verið með hann. Nei, það er ekki þannig. Og þetta er rosa áhugavert að skoða, þú veist, Íslandssöguna út frá þessu. Það er náttúrulega bara þannig að kynin voru bara saman að berjast gegn náttúruöflunum. Og það er bara þannig, þetta var ekkert eitthvað, kallinn var ekkert að halda konunni heima til þess að kúa hana, skilur. Kallinn fór bara að róa, skilur, á áttæring, skilur, í einhverju viðbjóðu, skilur, út á mið, skilur. Og konan fór og mjólkaði kýrnar og hélt heimilinu saman. Já, en þetta var málið er að þetta er líffræðilegu veruleiki sem að var bara þannig að kallmenn eru líkamlega sterkari og henta betur í þessi störf þarna. Og sérstaklega þegar við tökum sko Íslandssöguna, þar sem að við erum að tala bara eitt fátækasta ríki Evrópu, eitt fátækasta ríki heimsins bara þangað til svona 1900. Mér finnst þessi sögulína kúu konuna og vonda kallmanninn, sérstaklega í samhengi við Íslandssöguna, mér finnst hún ekki passa og mér finnst hún vera þannig að hún tali niður til kvennana sem voru á þessum tíma. Þurfti kannski eignast 10 börn, komast kannski 4 þeirra af, skilur. Þetta var bara Íslendingar voru í harðkjarna survival mode á Íslandi bara í 1000 ár sko. Veist, það voru bara allir að reyna að lifa af sko. Og það voru ákveðin kynjahlutverk sem mynduðist út frá því að þeir menn voru bara að reyna að lifa af. Ég sé það ekki þannig, ég sé þetta ekki
með sem að það hafi einhver einn verið að kúa annan skilur kerfisbundið þó að auðvitað hafi dýnamíkin oft geta verið þannig á okkur heimilum en mér finnst þú líka sko þegar við tölum þannig að þetta hafi verið bara þannig að konurnar hafi verið kúar allan tíma og kallarnir hafi verið svona vondir. Mér finnst við bæði gera lítið úr konunum á þessum tíma og kallmönnum. Mér finnst við líka bara vera að gera lítið úr Íslandssögunni sem með fullt af sterkum konum í Íslendingasögunum bara Hallgerður Langbrók og fullt af eitthvað svona að mér finnst þetta ekki passa og ég held að þetta sé sögulega ekki rétt og ég held að sé ekki gott að lifa eftir þessari sögulínu að það sé þannig að kallmaðurinn sé kúari og konan sé hinn kúa, skilur við. Ég held að hafi sko margt breyst. Ég alveg sammála því en að segja að konur hafi ekki verið kúar í gegnum tíðina. Ég held bara að öll íslenska þjóðin hafi verið bara kúuð í svona 1000 ár af bara náttúrunni sko og svo voru bara allir að reyna að lifa af og það voru ákveðin kynjahlutverk og kynjahlutverkin voru náttúrulega þannig að konundar þurftu meira að vera heima því þau áttu mörg börn og það var bara erfiðar aðstæður til að lifa af en mér finnst þetta að vera löt söguskýring að tala þetta sem bara eitthvað svona þú veist, að það hafi bara verið kallmenn að kúa konur og það hafi bara verið þannig eitthvað svona ofbeldis kúunar ástand í 1000 ár. Mér finnst að gera lítið úr bæði köllunum og konunum á þessum tíma. Ég held líka bara sagfræðilega standist það ekki endilega. Ég held að þetta sé sko sögulína sem við fáum lánað úr öðrum löndum. Skilur, þar sem að voru þróaðir í samfélag. Það voru mjög, þú veist, fátækt. En það munur á launum kynjana, algjörlega, það alveg þannig. Algjörlega. Og hvað það? Ég held að sé bara náttúrulega útskýring af því. Nú? Já. Hvað útskýring? Ég held, það alltaf þannig að bara kallmenn vinna meira. Að þeir eru bara tilbúin til þess að eyða meiri tíma frá fjölskyldunum sínum. Það í rauninu bara staðreynd. Kallmenn sækjast meira í störf þar sem bara meiri peningur og meðan konur sækjast meira í störf þar sem að þú ert að vinna með fólki. Skilur, bara eins og ég vinn með fólki. Það ekki mikill peningur í því en ég ákvað það skilur og það bara mín örlög. En þú veist, meðan kallmaður líklegir til þess að fara í verkfræði eða eitthvað. En svo þegar að frelsi eykst, að þegar fólk hefur frelsi til þess að velja bara eftir sinni sannfæringu, að þá náttúrulega lagast þetta af. En ég held að sé ekkert gott að vera alltaf einhvern veginn að reyna að hafa alla hluti 50-50 skilur, að reyna að ná eitthvað skonar, þú veist, kynja hlutföllum 50-50 allstaðar, eða ná eitthvað launum skilur. Ég held bara ef við búum til samfélag þar sem að mönnum frjálst að fara í þá átt sem þið vilja fara skilur, þú veist, hvort sem það bara að vera heimavinnandi húsmóðir eða heimavinnandi húsfaðir eða fara, þú veist, eignast ekki börn skilur, en að hafa þessa option og þá held ég að þið fullkomna jafnrétti náist, en ég held að eitthvað svona fullkomið jafnréttis ástand sé ekkert endilega þannig að kallar og konur séu jöfn allstaðar af því að kynin eru ólík kynin hafa ákveðna kosti og galla bæði og þá ert aldrei að fara að fá 50-50 í niðurstöðu í neinu